Góðan daginn, velkomin á bæjarstjórnarfund nr. 502 sem haldinn í fundarsal bæjarstjórnar í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði 17. nóvember 2022. Mættir eru Gylfi Ólafsson aðalmaður, Kristján Þór Kristjánsson aðalmaður, Nanný Arna Guðmundsdóttir aðalmaður, Aðalsteinn Traustason varamaður, Steinunn Guðný Einarsdóttir aðalmaður, Elísabet Samúelsdóttir aðalmaður, Guðmundur Ólafsson varamaður, Magnús Einar Magnússon aðalmaður og Þorbjörn Jóhannsson varamaður. Starfsmaður fundarins er Bryndís Ósk Jónsdóttir. Fyrir fundinum liggja 11 mál ásamt 6 fundargerðum sem verða lagðar fram. Við ætlum að byrja á trúnaðarmáli sem er ráðning hafnarstjóra. Já, við slökkvum á upptöku á meðan. Þá var það mál nr. 2, velferðarþjónusta Vestfjarða. Bæjarstjóri leggur til að Ísafjarðarbær taki þátt í verkefninu aukið samstarf velferðarþjónustu á Vestfjörðum. Starfshópur verkefnisins hefur lagt til að gengið verði til samninga við KPMG að meta núverandi stöðu og valkosti sveitarfélaginu í bráð og lengd. Kostnaður við KPMG fellur á sveitarfélaginu eftir íbúafjölda. Hlutur Ísafjarðarbæjar er 53,3% af kostnaði verkefnisins eða 34 milljónir. Gera þarf viðauka vegna verkefnisins. Og orðið er laust undir. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, mig langar að fara að segja yfir forsögu þessa máls á hún er svo á fjórðungsþingin 67. fjórðungsþingi að hausti núna 2022 var samþykkt tillaga að skipa starfshóp aukið samstarf velferðarþjónustu á Vestfjörðum. Starfshópurinn hann á að vinna að því að auka þessi samstarf milli þessara sveitarfélaga og hafa til hliðsjónar ályktun Ísafjarðarbæjar sem lögð var fram á sama þingi. Og í ályktun Ísafjarðarbæjar er rætt að grunnurinn af þessari ályktun sé svo að það eru miklar breytingar framundan í velferðarmálum á Íslandi. Þá sér í lagi með lögum farsæld barna sem taka gildi núna áramótin. Þarna er tækifæri fyrir okkur til þess að gera betur í þessum þjónustuþáttum þar sem við erum að þjónusta börn og við erum að þjónusta viðkvæma hópa. Barnaverndarþjónusta verður til dæmis með þeim annmörkum að það verða svona þjónustusvæði þar sem verða að vera að minnsta kosti 6.000 íbúar, þannig að það segir sér sjálft að Ísafjarðarbær getur ekki verið með eitt og sér með barnaverndarþjónustu, heldur verið með að útvíkka það. Einnig var hugsunin svo að sveitarfélögin myndi samræmast móttöku aðgerðir þegar taka á móti flóttafólki, þar sem að þetta er fólk í viðkvæmri stöðu og sveitarfélögin hér í kring hafa verið að bjóða upp á misjafna þjónustu sem væri betra fyrir alla ef það væri á svipuðum nótum. Og svo höfum við núna undanfarin ár verið að kljást við gríðarlegan hallarekstur í byggðasamlaginu sem við verðum bara að ná tökum á. Og þessi starfshópur og þá með tilkomi KPMG á að fara í það að skoða hvernig við getum aukið og þétt samstarfið og þá jafnvel hagrætt í rekstri allra sveitarfélagina með því að auka þjónustu. Þetta er kannski útópía sem öllum dreymir en við verðum allavega að skoða það. Hvort að við getum gert betur og það kosti okkur minni pening. Og eins og kom fram í tillögunni þá berum við 53% kostnaðarhlut eins og við berum 53% af því tapi sem verður í þeim málaflokkum sem við erum að tala hér. Viðaukinn hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu þar sem að okkar kæri bæjarritari fann pening til þess að borga þennan kostnað. Þannig að áhrif á viðaukann er 0 og ég legg til að við samþykkjum þetta samstarf þessa vinnu, þar sem ég held að öll sín sveitarfélögin hafa einnig samþykkt það. Takk. Já, það er orðið laust. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar að kynna mig. Já, ég heiti Kristján. Ég var að fagna þessu
ég er alveg sannfærður það að við munum ykkur tímann vonandi fyrir restina á að sameinast í meira heldur en bara samvinnu. Við náum að sameina enn frekar sveitarfélög hér og ég er lárið sannfærður það sem Nanný sagði að ég held við getum gert með samvinnu og sameiningu. Bæði getum við unnið verkefni ekki bara þessum tengt heldur líka í öðrum málum, skólamálum, hafnamálum og öðru. Held ég við getum bæði aukið þjónustu og lækka rekstrarkostnað og bætt stöðu okkar sem sveitarfélaga hér því að við þurfum að fara að skoða þetta alvarlega því að staða sveitarfélaga er bara léleg og slæm og rekstrarskilyrði erfið. Þannig að ég fagna þessu. Takk. Það er orðið laust þessum lið. Það verður enginn. Þannig að ég ætla að fá að biðja að leggja þetta fram til kosninga báða liðina í einu. Ef þeir eru sammála því. Þetta ganga til liðs við KPMG samning og viðaukann. Við gefum merki ef þeir eru sammála því. Það er samþykkt einróma. Þá færum við okkur í mál 3 sem er samþykkt gatnagerðargjald, stofngjald vatnsveitu, stofngjald holræsa og byggingaleyfisgjald í Ísafjarðarbæ. Tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 596 frá 10. nóvember sem lagt til við bæjarstjórn að samþykkja samþykkt gatnagerðargjald, stofngjald vatnsveitu og stofngjald fráveitu með þeim breytingum sem ræddar voru á fundinum sem tekur gildi 1. janúar 2023. Orðið er laust undir þessum lið. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar. Ég hef ekkert út af þetta setja annað en mér langar bara þess að benda á að í reglunum okkar kemur fram að gjald vegna gatnagerðargjalda er til þess að byggja götur og viðhalda götum og þannig að það er bæði til þess að búa í haginn fyrir það sem við erum að gera og að halda því við og mér langar bara til þess að það komi fram að þetta er gjöld sem við erum að innheimta til þess að við getum farið í framkvæmdir. Hér á eftir þá eru tillögur þar sem að við lagt til við samþykkjum að fella niður þessi gjöld. Þannig að bara svo við veltum því fyrir okkur að það verði ekki bæði sleppt og haldið. Að innheimta gjöld til þess að geta farið í framkvæmdir er gott en að gefa svo bara frípass á að innheimta þessi gjöld af því að við höldum að við þurfum ekki að fara í framkvæmdir. Það er annað. Þannig að mér langar bara til þess að vekja bæjarfulltrúa til umhugsunar það og íbúa að gjaldtaka er ekki alltaf bara til þess að bara að því bara og afsláttur og frígjöld hafa afleiðingar. Takk. Fleiri sem vilja taka undir þessu lið? Svo er ekki, þá bið ég ykkur að gefa merki þeir sem eru sammála þessu. Það er samþykkt einróma. Þá færum við okkur í 4. mál, reglur úthlutun á lóðum fyrir íbúðar, sumarhús og atvinnuhúsnæði. Tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 596 frá 10. nóvember 2022. Það er lagt til við bæjarstjórn að samþykkja breytingar á reglum úthlutun lóða fyrir íbúðar og sumarhús og atvinnuhúsnæði. Orðið er laust undir þessum lið. Það er enginn beðið orðið. Þá bið ég ykkur að gefa merki sem eru sammála þessu. Það er samþykkt einróma. Það voru komin í 5. mál sem er minjasjóður Önundarfjarðar. Tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1219 frá 14. nóvember 2022 að skipa Bernhard Guðmundsson sem stjórnarmann í minjasjóð Önundarfjarðar í stað Birgis Gunnarssonar frá 1. janúar 2023. Orðið er laust undir þessum lið. Það er enginn beðið orðið, þá bið ég ykkur að gefa merki þessu sammála og það er samþykkt 9-0. Þá eru komin í 7. mál, aðgerðaráætlun menningarstefnu Ísafjarðarbæjar. Tillaga frá fundi menningarmálanefndar nr. 165 þann 11. október 2022
að bæjarstjórn samþykki aðgerðaráætlun með menningarstefnu Ísafjarðarbæjar. Málið var tekið fyrir á fundi bæjarstjórnar nr. 501 þann 3. nóvember 2022 þar sem samþykkt var að fresta málinu til næsta fundi bæjarstjórnar og að unnið yrði frekara tillögum á vinnufundi bæjarfulltrúa og starfsmanna 16. nóvember. Er uppfærð aðgerðaráætlun eftir fundinn frá 16. nóvember 2022 með menningarstefnu Ísafjarðarbæjar nú lögð fram til samþykktar í bæjarstjórn og orðið er laust undir þessu lið. Anný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar. Menningarstefnan hún var unnin á síðasta kjörtímabili og lögð fram til samþykktar en þá án aðgerðaráætlunar og einmitt í kynningarferlinu þegar menningarstefnan var kynnt fyrir íbúum þá hefðu margir þá orði að stefna án aðgerða væri innihaldsrýr og hefði lítið gildi. Þannig að hér hefur komin aðgerðaráætlun sem hefur fengið svolítið umræðu í bæjaráði, bæjarstjórn og á vinnufundi bæjarfulltrúa. Þar var tekið ákvörðun að það hefur verið tekið ákvörðun að fara í einhverja þætti af þessu í aðgerðaráætlunni en aðgerðaráætlun er þannig að hún mun alltaf vera tekin upp fyrir hverja fjárhagsáætlunarvinnu og það verður þá valið hvaða verkefni við getum farið í, stundum getum við farið í lítil verkefni, stundum getum við farið í stór verkefni. Með því að samþykkja aðgerðaráætlunina hér erum við ekki að skuldbinda okkur til þess að klára hana á x tíma eða fara í massívar aðgerðir. Við erum eingöngu að samþykkja það að setja þessa aðgerðaráætlun við stefnuna og svo munum við bara vinna þetta jafnáðum næstu árin og jafnvel áratugina. Takk. Orðið er laust. Kristján, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, svona nokkurn veginn það sama og Nanni var að segja, ég var nú í menningarnefnd á síðasta kjörtímabili, tók þátt í þessari vinnu á einhverju leyti. Það var ákveðið viljandi eins og segir að gera menningarstefnu en aðgerðaráætlun yrði ekki gerð strax því að það var stutt í kosninga og það var talið skynsamlegt að ný bæjarstjórn myndi setja sitt hlutverk eða hvernig við myndum fara í aðgerðaráætlun tengd nýrri menningarstefnu. Var það gert viljandi og held ég að það hefði verið vel. Nú er þessi bæjarstjórn eða allavega bæjarráð komið sér samkomulagi einhvers konar aðgerðaráætlun og peninga og það er eins og Nanni segir það verður ekki hægt að fara í öll verkefni á fyrsta ári og mun þetta tikka inn vonandi næstu árin og ég geri ráð fyrir þessi bæjarstjórn muni bara gera það bara vel og vanda vel til verka. Takk. Fleiri sem vilja fá orðið undir þessu lið? Svo er ekki, þá býð ykkur að gefa mér merkin sem eru sammála þessu. Og það er samþykkt 9-0. Þá erum við komin í 7. lið, Sunnuholt 5, umsókn niðurfellingu gatnagerðargjalda. Tillöga frá fundi bæjarráðs nr. 1218 frá 7. nóvember 2022 að samþykkja niðurfellingu gatnagerðargjalda vegna nýbyggingar við Sunnuholt 5 á Ísafirði. Í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar á fundi 499 þann 7. október síðastliðinn. Skilyrði eru að framkvæmdir hefjist fyrir 31. desember 2023 og ljúki með lokaúttekt fyrir 31. desember. Nú, hann er ég með 2023. 26 fyrir ekki. Orðið er laust undir þessu lið. Það var enginn beðið um orðið. Þá byrðum við að gefa mér merkið þau eru sammála þessu. Og þetta er samþykkt 9-0. Þá er það mál nr. 8. Brekkustígur 5, umsókn niðurfellingu gatnagerðargjalda. Tillaga frá fundi 1218. Fundi bæjarráðs nr. 1218 frá 7. nóvember 2022 að samþykkja niðurfellingu gatnagerðargjalda vegna nýbyggingar við Brekkustíg 5 á Suðureyri í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar á fundi 499 þann 7. október síðastliðinn. Skilyrði eru að framkvæmdir hefjist fyrir 31. desember 2023 og ljúki með lokaúttekt fyrir 31. desember 2026. Orðið er laust undir þessum lið.
Það var engin beðið orðið, þá bið ég ykkur að gefa mér merki ef þið eru sammála. Og þetta samþykkt 9-0. Það var 10. mál, verndarsvæði í byggð. Nei, það var að mjólkurvirkjun. Já, afsakið. 9. mál, óskum deiliskipulagsbreytingu við mjólkurvirkjun. Tillaga frá fundi 596 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd frá 10. nóvember 2022. Það sem lagt til við bæjarstjórn að heimila vinnu við deiliskipulagsbreytingar við Mjólká. Orðið laust undir þessu lið. Það var engin beðið orðið, þá bið ég ykkur að gefa mér merki ef það er þessu samþykkt. Og þetta samþykkt 9-0. Þá var það mál nr. 10. Verndarsvæði í byggð. Tillaga frá fundi 596 hjá skipulags- og mannvirkjanefnd frá 10. nóvember 2022. Það sem lagt til við bæjarstjórn að samþykkja tillögu verndarsvæði í byggð sem auglýst var. Orðið laust undir þessum lið. Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þetta er mikið skjal sem það er að lesa í gegnum og skilur ýmsar spurningar eftir. Ég er að vísu held að þetta sé til hins góða að fara í verndarsvæði. Maður hefur orðið var við það og veita sjálfur að varveiting þessar húsa og er til hins góða og setur mikla og góða mynda á Eyrina á Ísafirði. Ég veit ekki hvort eitthvað getur svarað mér. Ég er svona aðalega, það eru þær spurningar sem ég var að lesa þetta sem ég náði kannski ekki að svara, hvort að þessi verndarsvæði, hvort að hafa ykkur áhrif á svæðin þar fyrir utan eða breytingar á Eyrinni sem slíkar, nema hvort að það eigi bara akkurat við þessi verndarsvæði. Og annað, hvað þýðir að hús séu einstök hús, húsaraðir götumyndir og hvað þýðir hátt varðveislu gildi. Það get ekki betur til dæmis eins og að grunnskólinn, bæði gamli gaggó eins og ég kalla hann og svo gula húsi sé með hátt varðveislugildi. Þýðir það að þessum húsum að verða ekki hægt að breyta þessum húsum eða bæta ofan á þau eða eitthvað svoleiðis. Veit ykkur eitthvað þetta? Takk. Já, orðið þá laust. Er einhver sem getur svarað Kristjáni? En við fulla trú að það er náttúrulega skilgreiningar hérna en þú ert væntanlega að tala umfram það sko. Já. Já, það hefur ekki fleiri beðið orðið til þessum lið. Jú, Nanni, gjörðu svo vel. Það er svarað Kristjáni. Forseti, bæjarfulltrúar, ekki beint svar, en ég myndi áætla að deiliskipulög sem eru kringum þetta verndarsvæði myndu vera ráðandi aðili í uppbyggingu kringum verndarsvæði. Þannig að ef að verndarsvæði byggð ætti að hafa einhver áhrif út fyrir verndarsvæði sjálft, þá þyrfti væntanlega að taka upp deiliskipulög til þess að skrifa það þar inn. Þannig að meðan það hefur ekki verið gert þá gerir ég ráð fyrir að deiliskipulögin gildi. Takk. Og er orðið laust. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég fagna þessum verkefni sem hefur staðið talsvert skeið við að búa til þetta verndarsvæði byggð til þess að ýta undir og undirstrika mikilvægi þessara skemmtilegu byggingasögu sem er hér á svæðinu. Þetta háa varðveislugildi því er svarað í skýrslunni þannig að það séu minnstir möguleikar á uppbyggingu og aðgerðir skuli miða því að bæta það sem fyrir er og að þær breytingar og endurbætur sem að gerðar eru á húsum og mannvirkjum miða því að færa þau nær upprunalegri gerð og þetta eigi þá við til dæmis klæðningar og glugga en það er væntanlega matsatriði í hvert og eitt skipti. Ég held að þessu aðri betur tilliðsfallnir að svara því en ég bara fagna þessu verkefni í heild sinni og þetta er einstaklega vel að þessu staðið og mjög
góð vinna sem að hér liggur á baki. Eru fleiri sem vilja búa orðið undir þessu lið? Steiningur er svo vel. Forseti bæjarfulltrúar. Ég var svolítið eins og Kristján með kannski bara sömu spurningar en hann er nú aðeins búinn að fara yfir. Ég held að þetta sé bara flott verkefni en það var svona kannski átt sig hvað þetta var að þýða. Hvað ég sé að lesa eitthvað stærða myndi verið sem ég vinnu í aðalskipulagi. Svo er eitthvað svona útsýnisstaðir, þýðir það þá að það út fyrir þessar línur má það vera breytast eitthvað en það kannski er enginn einmitt til að svara þessu. Og er þetta annað heldur en bara húsafrið því að nú er svo mörg svæði á þessu húsa á þessu svæði sem eru friðuð og þá eru þau náttúrulega með ákveðnar reglur. Er þetta eitthvað meira? Snýst þetta meira um götu myndina? Æ, bara ef þið hafið, svör. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Nanni, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég held að þetta snúist aðalega um að vernda götumyndina sem er svona heilstæð og einstök og það er náttúrulega bara mörg húsana sem að sjálfkrafa sem eru eldri en 100 ára þannig að þau sjálfkrafa detta inn í þessa verndun minjastofnunar sem reyndar að fara að breytast núna held ég áramót. En ég held að það væri kannski bara fínt ef við fengjum formann skipulagsnefndar til þess að svara þessum spurningum þegar hún kemur þegar hún kemur tilbaka. Þannig að til þess að upplýsa bæjarfulltrúa það hvað tækifæri liggja í þessu en við þurfum hins vegar að samþykkja þetta ákvæði hér og nú. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Og biðja ykkur að gefa merkið sem eru sammála með þessu. Og þetta er samþykkt 9-0. Þá erum við komin í 11. mál. Aðlögunaraðgerðir vegna loftslagsaðgerða. Lagði fram tillögu Nannýjar Örnu Guðmundsdóttur að bæjarstjórn samþykki að sækja að verða leiðandi sveitarfélagi í vinnu við þróun aðlögunaraðgerða vegna áhrifa loftslagsbreytinga á sveitarstjórnarstigi. En Byggðastofnun heldur utan verkefnið og orðið er laust undir þessum lið. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætlaði bara að fylgja þessu máli eftir. Það er fyrir að fyrsta þá er ekki búið að bjóða okkur að taka þátt í þessu, heldur getum við sótt að taka þátt í þessu verkefni. Þannig að Byggðastofnun og Skipulagsstofnun býður sveitarfélögum að sækja að taka þátt í þessu verkefni. Og það sem verkefni gengur út á er að móta aðferðafræði fyrir sveitarfélög til þess að bregðast við afleiðingu loftslagsbreytinga. Þannig að stofnanirnar gera ráð fyrir að það séu kannski 4-5 sveitarfélög sem verður með í þessu verkefni og að þau munu vinna þétt með sérfræðingum frá Skipulagsstofnun, frá loft- og aðlögunarskrifstofu Veðurstofunnar, frá Byggðastofnun við að móta aðgerðaráætlun sem öll sveitarfélög geta notað þegar þau þurfa svo sjálf að fara að búa til aðgerðir til þess að bregðast við loftslagsbreytingum. Því að við munum öll þurfa að fara að móta hugan okkar í þá átt að við þurfum að bregðast við loftslagsbreytingum. Við þurfum sjálf að velta í fyrir okkur hvar við getum byggt, hvort að skriðuföll, aurskriðuföll, snjóflóð, hækkandi sjávarstaða, aukin veðurhæð, meiri vindar, hvort að það hefur áhrif á skipulag okkar. Það er náttúrulega talað í svæsnustu tilfellum að þá geti loftslagsbreytingar haft miklar félagslegar afleiðingar, auki fátækt og auki mismun. Þannig að ég sé tækifæri fyrir Ísafjarðarbæ að vinna náið með sérfræðingum til þess að búa til þessa aðgerðaráætlun, vera leiðandi að gera þessa aðgerðaráætlun og þar sem að sveitarfélagið Ísafjarðarbær er tekið inn í verkefnið. Þannig að við munum fá aðgerðaráætlun fyrir okkur þannig
þannig að við fáum bara sérfræðingana með okkur í stað þess að við þurfum eftir nokkur ár jafnvel að kaupa ráðgjöf til þess að fara í þessi verkefni. Þannig að ég lagði þetta fram hér að við myndum fá leyfi bæjarstjórnar til þess að sækja að vera leiðandi og svo sjáum við til hvernig niðurstaðan verður. Þegar kannski verður bara hópsókn í að fá að taka þátt í þessu. Takk. Fleiri á Steinunn, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla bara að fagna þessu. Mér finnst það mjög spennandi, vona að við verðum valin. Held að sé mun skemmtilega að vera svolítið á undan heldur að vera á síðustu stundu með allt af því að maður finnur það bara í öllu fyrirtækisrekstri og öðru hvað þetta er orðið. Það gera svo hratt núna, þannig ég held að vera mjög mikilvægt að við fengjum að vera með. Svo vil ég bara vekja athygli að það á að sækjum síðast dagur á morgun. Þannig að það sko við klikka þá ekki á því. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Nanný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, það er einmitt þess vegna sem við ákváðum að taka þetta inn hér bara þannig við fengjum smá umræðu og getum tekið ákvörðun og það bara klingir sóttum þetta á morgun. Takk. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá býð ég ykkur að gefa mér merki þeir eru sammála þessu. Þetta er samþykkt 9-0. Þá erum við með 6 fundargerðir sem verða lagðar fram. Það er fyrst frá bæjarráði, fundur 1218. Fundurinn var haldinn 7. nóvember 2022 og fundargerðin er í 10 liðum. Og orðið er laust undir þessum lið. Það er engin beðið orðið. Þá er lögð fram til kynningar fundargerð bæjarráðs að fundi númer 1219. En fundur var haldinn 14. nóvember 2022 og fundargerðin er í 10 liðum. Orðið er laust. Það er engin beðið orðið. Þá er að fundargerð fræðslunefndar að fundi númer 446 en fundurinn var haldinn 10. nóvember og fundargerð er í 3 liðum og orðið er laust. Það er engin beðið orðið. Þá er það númer 15, hafnarstjórn, lögðu fram til kynningar fundargerð hafnarstjórnar á fundi númer 235. Fundurinn var haldinn 9. nóvember 2022. Fundargerðin er í 5 liðum og orðið er laust. Það er engin beðið orðið. Þá er það 16. skipulags- og mannvirkjanefnd. Lögðu fram til kynningar fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar á fundi númer 596. En fundurinn var haldinn 10. nóvember 2022. Fundargerð í 16 liðum. Orðið er laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Mér langar bara að vekja athygli á lið númer 2 þar sem nefndin leggur til að sem sagt starfsmanni verður falið það að fara í greiningu á hlutfalli gatnagerðargjalda í mismunandi sveitarfélögum og raunkostnaði sveitarfélags. Við teljum að náttúrulega mikilvægt að gatnagerðargjöld endurspegli raunkostnað sveitarfélagsins við þessa vinnu. Við viljum hvorki koma út í tapi né hagnaði. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvað kemur úr þeirri vinnu og hvort að það muni breyta gjaldskrá sveitarfélagsins eftir áramót. Fleiri, Kristján, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, þá langar mér bara aðeins að spyrja, er þetta þá gjöld vegna gatnagerðarinnar sem slíkrar eða er einhver innviðagjöld sem er verið að reikna líka við stækkun sveitarfélaga? Eða er þetta bara við gatnagerðina sem slíka og kostnaðurinn og það komið niður á sama stað? Guðmundur, gjörðu svo vel. Já, þessi hugmyndi var svo að þetta er þá gatnagerðin í 9 hverfum. Þá var tala allir innviðir, götur, lagnir, ljósastörar, rafmagn,
orkubúið náttúrulega með rafmagni en já, þetta er innviðir undir götum og gatan sjálf og gangstéttir. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki. Þá er hún lögð fram til kynningar. Þá er það 17. mál. Það er velferðarnefnd. Lögð fram til kynningar fundargerð velferðarnefndar á fundi nr. 466 en fundurinn var haldinn 3. nóvember 2022 og er fundargerðin í 4 liðum. Orðið er laust undir þessum lið. Það hefur enginn beðið orðið. Þá er dagskráin tæmd hjá okkur í dag og segjum við þess að fundi slítið.